Já, góðan daginn, góður áhorfendur, smá tæknileg vandamál hjá okkur og velkomin í næstu skref. Gestur þáttarins í dag er Embla Eir Oddsdóttir, forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands, sem er staðsett við Háskólann á Akureyri. Vertu velkomin í þáttinn, Embla. Takk fyrir Njáll, gaman að vera hérna og takk fyrir að bjóða mér. Ef þú myndir kannski byrja á að lýsa hans fyrir okkur hvað er Norðurslóðanetið og segja svona áhorfendum að því aðeins, hvernig þetta allt saman virkar. Já, ég skal gera það. Norðurslóðanetið er nokkuð svona samstarfsvettvangur aðilar sem að vinna að norðurslóðamálefnum með einum eða öðrum hætti. Við byrjuðum sem tilraunaverkefni árið 2013 þá með fjármögnun frá sóknaráætlun. Áttum að vera lifandi fyrstu allavega í 3 ár en hefum haldið lífi síðan þá með samningum við utanríkisráðuneytið, fyrst 2 ára samning og síðan 4 ára samning núna meðan forstöðumennskunni í Norðurskautsráðinu stendur. Aðilarnir að Norðurslóðanetinu eru rúmlega 30. Það er allir þessir aðilar hérna á Norðurlandi sem eru í rauninni stofnaðilar af netinu og síðan eru það aðrir háskólar, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Hvanneyri, Akureyrarbær, Fjarðabyggð og síðan erum við með Landhelgisgæsluna, Veðurstofuna, Hafró og svo framvegis. Þannig að það eru þó nokkrir aðilar sem að koma að netinu og er reyndar að fjölga núna og erum að fá 2 nýja inn á næstunni. En við erum ekki búin að ganga frá því, þannig ég ætla ekki að segja það meir. Nei, nákvæmlega. En þetta er svona umgjörðin, en hvað er það að gera svona frá degi til dags? Hvernig hefur þetta verið að þróast þannig starfið, svona frá þetta daglega starf? Já, það er sko, við skulum segja að það er frekar fjölbreytt starfsemi hérna hjá okkur. Við öll sem að vinnum hérna höfum mjög svona þverfaglegan bakgrunn, þannig að við höfum afskaplega erfitt með að fókusera á nokkuð hlut. Má ég segja. En það sem við hefum verið að fást í svona síðasta árið, til dæmis get ég sagt, við erum búin að taka þátt í, þrátt fyrir fár og náttúrulega aðalega online erum við búin að taka þátt í og eða skipuleggja hátt í 30 viðburði. Þar með talið sem sé Resilience Forum sem að var skipulagt á Norðurskautsráðinu og fleirum og svo líka viðburði sem tengjast jafnréttisverkefni sem við erum í. Og síðan Arctic Talks sem við höfum verið að vinna með rannsóknarsetri Norðurslóða í Háskóla Íslands, West Nordic Council og Arctic Circle. Síðan erum við hinum á þessum verkefnum. Við til dæmis tókum þátt í því með Rannís og stofnun Vilhjálms Stefánssonar að kortleggja svona rannsóknarumhverfi sem tengist norðurslóðum á Íslandi og gefin út skýrsla núna bara fyrir eiginlega nokkur vikum síðan sem heitir Mapping Arctic Research in Iceland. Við erum líka í verkefni með SSNE sem heitir BIS Mentors og er Evrópuverkefni sem að fókuserar á svona mentorship fyrir fyrirtæki í jaðarsamfélögum. Síðan erum við að þróa svona stafræna sókn, ætlum að reyna að nýta okkur það að aðilar út allan heim eru búin að átta sig á því að það er hægt að nota fjarfundabúnað til þess að hittast og bæði vera með málstofur og vinnustofur og vinnuhópa og verkefnafundi og alls konar. COVID er búið að kenna okkur það. COVID er búið að kenna okkur það og þó ég hefði nú samt að verði kannski ekki allt saman alltaf online, ég veist að það verði þannig, þá samt sem áður það fyrir okkur það mjög hentugt vegna þess að við auðvitað getum ekki alltaf ferðast út í hinn stóra heima á stóra ráðstefnur og sjáum í þessu tækifæri til þess að vinna með sérfræðingum hérna og sérfræðingum erlendis til þess að vinna að svona bara mjög fókusiruðum málefnum. Finna bara svona þemu sem við getum talað og reynt að finna praktíska lausnir og sjá kannski samstarfsvettvang og verkefnamöguleika. Það er eitthvað sem við erum að þróa og síðan erum við búin að vera núna síðustu 2 ár að vinna mjög náið með formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu. Það hefur haldið okkur svolítið við efnið. Meðal annars hef ég verið formaður í sérfræðingahóp undir vinnuhópum sjálfbæra þróun. Sérfræðingahópur sem nefnist Social Economic and Cultural Expert Group og það hefur ýmislegt fylgt því og ég og hún Eydís Sveinbjarnardóttir sem hérna í Háskólanum á Akureyri sem var formaður hóps heilbrigðismál. Við unnum með sem sé vinnuhópum sjálfbæra þróun að skýrslu til þess að skoða áhrif, til þess að byrja að skoða áhrif COVID-19 á norðurslóðum, á samfélagi á norðurslóðum
Það var heilmikið púður sem fór í það og verður væntanlega eitthvað framhald á því. Síðan erum við náttúrulega búin að vera í jafnréttisverkefni sem kallast Gender Equality in the Arctic og verkefni sem í rauninni búið að vera í gangi síðan 2013. Upphaflega kom hugmyndin frá utanríkisráðuneytinu og þeir komu því á koppinn með Jafnréttisstofu og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar. Við vorum svo beðin að koma inn í þetta verkefni 2013 og höfum verið inn í síðan þá, meðal annars skipulagt alþjóðlega ráðstefnu með okkar samstarfsaðilum hérna á Akureyri 2014 og síðan gefin út ráðstefnuskýrsla í framhaldi af því. Síðan erum við búin að í fasa 2 að setja upp heilmikla vefsíðu og stækka svona okkar tengslanet og núna síðustu 2 árin að verða, þá erum við búin að vera leiða þetta verkefni til Íslands og verkefni sem í formennsku verkefni og vonandi verður það sem kallað Ministerial Deliverable. Þannig að formennska Íslands í Norðurskautsráðinu, hún svolítið undir að styrkt raunverulega þetta starf, mikið hjá okkur. Jú. Ég get alveg sagt það og við erum mjög ánægð með þetta samstarf. Ekki bara vegna þess að það alveg sérstaklega vel samansett þetta teymi, norðurslóðateymi þarna í formennskuteymið í ráðuneytinu og þau hafa þurft að sína mikla aðlögunarhæfileika í því að leggja formennsku viðburði í þessu andrúmslofti sem við búum við akkurat núna. En líka vegna þess að þetta hjálpaði okkur hérna svolítið að fókusera. Og hálf verð ég að segja að ef ekki hefði verið fyrir þennan faraldur og við hefðum verið að ferðast eins og við venjulega gerum, bara svona til þess að reyna að horfa eins á jákvæðu hlutirnar, þá ekkert víst að við hefum getað skilað okkur þessum verkefnum sem við þurfum að skila af okkur núna fyrir lok formennskunnar. Eitt af því skýrsla, heilmikil skýrsla jafnréttismál á norðurslóðum sem við erum vonandi að fara að prenta bara núna upp úr páskum og það verður þetta vonandi Ministerial Deliverable og er 300 sína skýrsla sem var unnið á rétt rúmu ári með 150 aðilum. Mikið samræði. Þannig að skilvirknin hefur verið mikil á þessu COVID núna og nýta fjarskiptin og annað. En þetta eru náttúrulega eins og Norðurskautsráðið, 8 ríki, Rússland, Norðurlöndin, Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, svo Ísland og raunverulega Kanada og Bandaríkin. Hvernig ef við að horfa með ólíkum augum á þessi máli eða menn nokkuð veginn á sama stað í hugsuninni? Hvernig finnst þér, hver tilfinningin? Meinaru með hvað segir bara með þetta samstarf, eru löndin á sama stað í umræðinni norðurslóðamálin? Ég held að það náttúrulega sitt sýnist hverjum allstaðar og það alltaf það. En ég held að almennt séu þó nokkur í sameiginlegi fléttir og ég held að allir sammála það að Norðurskautsráðið sé mjög mikilvægur vettvangur samráðs á svæðinu og þó nokkuð mikil sammála, myndi ég segja. Þá ekki náttúrulega síst við umhverfismálin og svo líka svona þessi samfélagslegu mál og maður sér það alveg að til dæmis mikilvægi vinnuhóps sjálfbæra þróun sem horfir svolítið á velferðssamfélaga, honum verður gert hærra undir höfði og nú til dæmis verið að í þeim prósess að stofna skrifstofu, svona fasta skrifstofu fyrir þann vinnuhóp út í Kanada sem kaupa því og Kaff og Pam eru hérna á Íslandi og Akureyri. En ég meina, þú veist, ég getum gefið dæmi til dæmis jafnréttismáluna því að við erum að tala íslensku og menn aldrei nokkuð maður heyra þetta að þar hefur verið mjög mikil samstaða og bæði meðal þessara ríkja og svo líka frumbyggjasamtakana og við höfum verið sérstaklega ánægð með það hvað þau hafa verið hrifin af og ánægð með verkefni og þennan prósess sem við höfum farið í gegnum í tengslu við samráð og að passa að allar raddir geti verið þarna inni. Rússar hins vegar, þeir segja ekki neitt. Við höfum hins vegar verið mjög ánægð með það að þeir hafa ekkert sett sig upp á móti þessu verkefni og verið að styðja það í rauninni en hafa ekki tekið kannski mjög svona aktíft þátt í verkefninu. Það hafa öll hin löndin gert og það verið með bæði þáttöku og partnership og co-leadership og funding frá Bandaríkjunum, Kanada, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og Íslandi og Færeyjum. Þannig að það mjög mikil samstæða og svo hafa frumbyggjar
úr samtökum Artigatha Banskan Council, Sami Council, Aleut International Association tekið mjög virkan þátt í þessu ásamt öðrum fulltrúum annarra frumbyggjasamtaka eins og í Kanada. Já, ef förum aftur aðeins til Akureyrar og nú ég held þetta sé þá núna stofnun Vilhjálms Stefánssonar, þetta sé vera 25 ár síðan var stofnuð, ef ég man það rétt, og síðan kemur PAME og KAF og þetta svona þróast með árunum, en þetta orðin alveg aldarfjórðung saga, eða ekki? Jú, þetta orðin ansi löng saga. Og hálfur ég hissa því hvað tíminn hefur líðið, satt að segja. Ég held að hafi verið 1997 sem var lög voru sett stofnun Vilhjálms Stefánssonar. Þannig að það orðið ansi langur tími og mikið verk sem hefur verið unnið þar. Háskólinn á Akureyri náttúrulega auðvitað líka búin að vera með í örugglega 20 ár ákveðna áherslu á mál, bæði gegnum námsleiðir í háskólanum og svo líka í gegnum Northern Research Forum sem búið að vera hérna líka í 20 og eitthvað ár. Það var auðvitað bara, Þorsteinn Gunnarsson og Níels Einarsson komið þessari áherslu svolítið að stað hérna á Akureyri og síðan þá hefur ýmislegt bæst í hópinn. Eins og þá eru vinnuhópar Norðurskautsráðsins hérna Conservation of Arctic Flora and Fauna eða CAF, fókusera svona á lífríkið og þá ekki síst fjölbreytileika og svo líka vinnuhópur málefni hafsins, Protection of Arctic Marine Environment eða PAME. Þetta eru tvær mjög öfluga skrifstofur og hafa unnið afskaplega gott starf hérna síðustu 20 árin í þágu svæðisins. Já, og kannski ekki vakið mikla athygli tannilega svona almennt í svona fjölmiðla á Íslandi en það búið að vinna mjög merkilegt og mikilvægt starf yfir langt árabil. Afskaplega mikið og mikið búið að gefa út og mikið búið að fylgjast með og eftirlit og rannsóknir og þykkar skýrslur sem að hafa. Og svo sannarlega eru þetta náttúrulega áherslu sem þessar skrifstofur eru með PAME og KAF varðandi þau málefni sem við erum að leggja áherslur á í dag og verðum mikið að leggja áherslur á næstu árin og þessi starfshópur sem ég satt í sem var að skila af sér skýrslu til utanríkisráðherra bara fyrir viku síðan nákvæmlega og þverpólitískur hópur og það sem að hlutverk hópsins var að fjalla og gera tillögur að endurskoðari stefnu í málefni norðurslóða út frá svona víðu sjónarhorni, út frá vistfræðinu, efnahagslegu, pólitísku og öryggislegum málum og þannig að þetta utanríkisráðherra þá að vinna því að koma fram með þingsályktun tengt þess og væntanlega fyrir til samráðsgátt grunnar mig og það kemur inn í þingið en þarna leggjum við svolítið línur fyrir hönd Íslands hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og leggjum til einhverja 19 tillögur inn í púkið og þar að meðal einn tillaga sem snýr bara að efla Norðurslóðamiðstöð Akureyri. Þannig að það sé alveg skýrt hvað pólitíkin liggur í málinu, allir flokkar sem tóku þátt í þessari vinnu. Þannig að ég held að það hafi nú verið skýrast nokkuð vel. Hvernig finnst þér þessar 19 tillögur sem lögð svona þessar höfuð áherslur frá starfshópnum? Þetta komi nú pínu skemmtilega bara óvart ef ég á að segja alveg svo þú veist, maður veit aldrei við hverjum að búast og auðvitað fannst okkur að það væri komin tími á að endurskoða stefnuna, ég meina, hér var hvenær, 2011 eitthvað svo leiðis og ýmislegt sem hefur gert síðan þá og svona þessi norðurslóðaríki hafa svona þessi undanfarin ár verið að endurnýja sína stefnur og sum þeirra endurnýja sína stefnur frekar ört í rauninni, vegna þess að það þarf að bregðast við þessu breyta svona landslægi sem þetta bæði að horfa upp á. Mér leist frekar vel á þessar tillögur. Mér fannst vera dálítið góð breidd í þeim og dálítið gott jafnvægi og kannski betra jafnvægi heldur en í þessum fyrri en sem kannski ekkert óeðlilegt vegna þess að svo virðist sem að orðræðan sé að ná ákveðnu jafnvægi í því að annars vegar að hugsa tækifæri og svo hins vegar að hugsa svolítið ógnanir og öryggismálin og svona, þannig að það ekki bara dollaramerki í augunum, heldur líka þar svolítið að velta fyrir sér umhverfinu og samfélaginu heimsmarkmiðum, skilurðu, og framtíðinni, kannski svolítið hárt, jafnvel ennþá meira inn í framtíðina. Alls konar hlutir sem ég var mjög ánægð með, eins og með leit og björgun og svartolíuna og gervinhatta þáttökuna og reyna að efla svolítið eftirlit á svæðinu.
Svo var ég auðvitað líka pínlítið ánægð að sjá þetta með eflingu norðurslóðamiðstöðvar á Akureyri. Það óneitanlega finnst mér mjög jákvætt og svona blæs okkur svolítið von í brjósti í rauninni, því að það hefur verið unnið mjög gott starf hérna á frekar litlum stofnunum með svona nokkuð takmörkuðu fjármagni, þannig að vonandi getum við fundið einhverja leið til þess að stíga skref í áttina til þess að stækka enn frekar. Já, þannig að og ég var á kynningum daginn þar sem að verða að kynna svona niðurstöður annars hóps og þessi 2 hópar komu reyndar hérna til Akureyrar í heimsókn, allavega ekki verið í maí síðast. Jú, allavega ekki verið, það var þarna í einhverju gatinu í COVID-inu sem að var að hittast, Tímaskynið hjá manni orðið skrítið þessa dagana, en hérna það var þessi bæði þingmannanefndin og svo líka starfshópur viðskiptatækifæri eða viðskiptatækifæri á svæðinu. Og ég heyrði svona, þú veist, svona einhvers konar preliminary tillögur eða pælingar hjá þeim og mér leist nú bara alveg ágætlega vel á það líka. Það verður svolítið spennandi að sjá svona hvað gerist næstu árin. Ég meina það þarf auðvitað líka að finna leiðir til þess að framfylgja þessum tillögum. Það er eitthvað skref, væntanlega. Ég setur örugglega tillögurnar og skýrsluna sem sagt bara link eða sem sagt athugasemdir við þennan þátt, þannig að fólk geti betur kynnt sig hvað þar stendur. En það er komið víða við og svona kannski áherslu sem að svona ég kom með persónulega, snúa gervitenndaleiðsögu og leit og björgun og svona hluti sem að hefur náttúrulega mikinn áhuga á að raunlega bæta úr. Við erum svolítið svona í ákveðinni eyðu hérna sem varandi gervitenndaleiðsögu á Norður-Atlantshafinu kringum Ísland og held ég að vera að gera stóra og góða hluti líka á Grænlandi og yfir Grænlandi. Held að vera reyndar ennþá mikilvægara þar heldur en hjá okkur. En svo eru þetta hlutir eins og leit og björgun, súrnun hafsins og það er bara víða komið við, menna við eigum náttúrulega gríðarlega mikið undir því að heilbrigði hafsins og sé sem allra best hjá okkur, þannig að við erum gríðarlega hagsmuni í þessu. En þið eru sem sagt mikið að reyna í þessu samfélagslegu málum og á norðurslóðum í ykkar vinnu í norðurslóðum eins og í ykkar starfi í norðurslóðanetinu. Já, það hefur svona allavega upp á síkastíð, sko. Við höfum, eins og ég sagði áðan, við höfum alls konar áhugamál. Ég meina, við höfum áhuga því að fylgjast með því hvað gerist með siglingaleiðir. Við höfum líka áhuga að fylgjast með því hvað gerist með hafnir, hvort að það verður í Norður-Noregi eða Finnafirði eða hvað. Já, einmitt. Áhuga á leit og björgun og það kemur nú frá gömlum tíma, sko, þegar ég var að skoða fyrir 10-15 árum síðan, þá var ég svolítið að velta því fyrir mér hvað myndi gerast hérna við Íslandsstrendur ef yrði einhvers konar mengunarslys eða olíuslys. Og það var náttúrulega ekkert sérstaklega jákvæða niðurstöður sem að ég fann þar. Ég er mjög ánægð að sjá hvernig þetta hefur þróast núna síðustu árin með áherslu á leit og björgun og mengunarvarnir og viðbrögð við olíuslysum og svo framvegis. En ég held að þetta gervihnattamál séu afskaplega stór og mikilvægur þáttur í því. Meðan við það ábyrgðarsvæði sem Landhelgisgæslu Íslands er ætlað, þá veitir okkur ekkert af því að vera með svolítið góða yfirsýn og aðgang á upplýsingum það hvað er að gerast á svæðinu. Og svo kemur þetta bara borgaralegu notum líka mikið við bæði á löndum varandi bara flugleiðsögu í fluginu bara í þessu löndum og síðan grunamennu og vísindi og tækni og rannsóknir og slíkt muni nú njóta þess verulega ef við fáum þetta gervihnatadrægi hérna yfir landið og gervitenndaleiðsöguna. Þannig að þetta kemur svo víða við í stóru myndinni, sko. Og ég meina þetta er þekkt á svæðinu, það er svona connectivity og svona samgöngumál eru afskaplega mikilvæg og skipta miklu máli fyrir mjög mörg samfélög á þessu svæði. Já, þetta er náttúrulega með erfiðari samgöngum víða bara sem gerast í heiminum, á jörðinni eins og við þekkjum á norðurslóðum. Þetta er allt erfitt, meira minna. Afskaplega brösótt á mörgum döðum, sko. Já, og það er kannski líka, en eru þið, nú erum við með áherslur hérna inni og það er líka reyndar í Grænlandsskýrslunni sem kannski rétt minnust á eftir, með varðandi græna orku og slíka þætti. Eru þið að vinna með það í ykkar vinnu, sem sagt? Og við erum ekki sérfræðingar í grænni orku, en við höfum mikinn áhuga á málaflokknum. Ég held að þetta sé eitthvað sem við vitum alveg hvað þetta er mikilvægur málaflokkur, bæði hérna á annars staðar. Og það er greinilegt að það er mikil áhugi á þessu málaflokki í norðlægum samfélögum á norðurslóðum.
og ég held til dæmis að við höfum ýmislegt upp á að bjóða en kannski ýmislegt að læra líka. Þannig að við höfum til dæmis, vorum við með svona pilot webinar núna í haust þar sem við vorum að tala um geothermal energy og food security og þar vorum við með aðeila bæði hérna frá Íslandi og frá Kanada og Alaska og Evrópu að fjalla saman að nýta sem sé jarðvarmann til þess að tryggja fæðuöryggi. Og núna á næstunni erum við að fá sem sé gegnum og í samstarfi við bandaríska sendiráðið erum við að fá hérna 2 sérfræðinga frá orkusérfræðinga frá Bandaríkjunum sem ætla að vera með okkur í nokkra mánuði til þess að kortleggja svolítið sviðið hér. Svona velta svolítið fyrir sér samstarfsmöguleikum á milli landanna í Bandaríkjunum þá og Íslands og þá ekkert síst með áherslu á græna orku og svona smærri lausnir fyrir jaðarsamfélög, microgrid pælingar og svo framvegis. Við höfum líka verið svolítið í samtali við bæði Vistorku og EIM og fleiri vegna þess að okkur langar svolítið til þess að færa eða svona grafa svolítið betur fyrir það hvaða möguleika við höfum á samstarfsverkefnum með í þessum málaflokki. Maður finnur það embla núna á síðustu ári fyrir okkur sem höfum mikinn áhuga á orkumálum og grænni orku og endurnýjanlegri að þetta mikið að vakna og náttúrulega verða bara eitt allra stærsta og svona máli hvort sem það á norðurslóðum eða bara almennt í heiminum. Það græna orkan sem að fjórða innbyltingin og allt sem að snýra að græna orku. Það algjörlega klárt mál, en það sem norðurslóðurnar og mörg svæði á norðurslóðum kannski búa við eru dálítið öðruvísi aðstæður heldur en Evrópu eða ákveðnum stöðum í Bandaríkjunum eða svona á suðlægari svæðum, skulum við segja. Það eru bara ákveðin skilyrði sem að fólk býr við á þessu svæði og það eru svona auka áskoranir sem að fylgja þá þróun á orkugjöfum á þessu svæði þess vegna. Það fer að styttast í þessu hjá okkur. Ef þú myndir kommenta síðan aðeins á Grænlandsskýrsluna sem að kom bara út fyrir mjög stuttu síðan það sem Össur Skarphéðinsson leiddi hóp fólks með skrifa henni, viðamikil skýrsla, 250 síður maður rétt og 99 tillögur og allt það. Það er margt að finna þar. Það er margt að finna þar og það er ýmislegt áhugavert í þessari skýrslu og ég held að það sé ekkert síst sem að snýr að Akureyri og Norðurlandi og ýmislegt sem að fólk kannski ætti að velta svolítið betur fyrir sér. 99 tillögur, hugsanlega þarf eitthvað að forgangsraða. Hér er skýrslan og þetta er mikið plagg. Þetta er mikið plagg. Það er svona ákveðin hluti sem að ég kannski hefði viljað sjá aðeins gert hærra undir höfði og það er ekkert mikið talað það samstarf sem nú þegar í gangi á milli Íslendinga og Grænlendinga eins og til dæmis hérna á Akureyri á Norðausturlandi. Þá ég að tala bæði við heilbrigðisþjónustu og flug og svo hérna á milli stofnana, varðandi heimskautarétt, Arngrímur Jóhannsson til dæmis hefur verið að styrkja nemendur héðan til Grænlands og grænlenska nemendur hingað til Íslands. Þannig að ýmislegt sem hefur búið að vera í gangi í dálítið mörg ár. Svo er eitt annað sem ég hefði svo sennilega persónulega gert eitthvað aðeins öðruvísi og það er að hafa svolítið víðtækara samráð og gera þetta meira í samstarfi Grænlendinga. En það er auðvitað tímafrekt þannig að ég kannski skil að það er ekki að gera alltaf, það er ekki að gera alltaf allt. Það litu það því að við erum nýbúin að skrifa skýrslu sem að er 300 síður sennilega og erum búin að gera það í samvinnu við 150 manns, þannig að það er Ég hins vegar veit ekkert náttúrulega það hvernig þetta ferli hefur litið út hjá þeim raunverulega. Nei, ég set líka linka á þá skýrslu hérna við þáttinn þannig að fólk getur líka kynnt sér það og jafnvel bara þáttinn sem ég tók viðtal við Guðlaug Þór utanríkisráðherra og Össur Skarphéðinsson formann nefndarinnar Grænlandsskýrsluna. Áhugaverður. Ég held að ég alveg hvet fólk til að lesa þessa skýrslu. Hún er mörguleyti mjög skemmtileg og ýmislegt áhugavert í gangi. Já, nákvæmlega. Svona kannski rétt í lokin Embla. Styrkur og áhersluverkefni sóknaráætlunar hjá SSNE-svæðinu, það er gamla íþingsvæðið. Nú er þetta áhersluverkefni þar inni. Þú myndir kannski aðeins hlaupa yfir hvað erum við að tala í því verkefni? Já, við erum að tala 14 milljóna króna styrk til 1 árs. Þannig að við erum afskaplega þakklátt og ánægð fyrir þennan styrk og við erum auðvitað að vinna þetta verkefni í mjög nánu samstarfi við Háskólann á Akureyri og Akureyrarbæ og SSNE.
það sem okkur langar til þess að gera að reyna að velta fyrir okkur svolítið, kortleika svolítið hvað búið að vera að gera hérna á svæðinu og þá bæði svona í rannsóknarstarfi og líka í fyrirtækjastarfi og svona verkefnum og í framhaldi af því langar okkur svolítið til þess að reyna átt okkur af því hvað væri líka áhugavert að skoða. Og ég held að það sé ýmislegt, ég held að okkur hættir svolítið til að fara í svona venjulega hluti, skilur. Það þetta með þjónusta við námuvinnslu á Grænlandi, það eru hafnir, það eru svona ákveðnir hlutir sem við förum beint inn í að þeir liggja beint við. En við erum svona pínlítið að vona eftir þess að koma eitthvað upp á yfirborðið sem við höfum ekki látið okkur detta í huga áður. Nei. En það kemur í ljós. En síðan langar okkur þá til þess að aðeins að forgangsröða þar og reyna átt okkur af því hvort hægt að nýta það þá til þess að stíga eitthvað skref fram á við í samstarfi við SSNE og Akureyrarbæ. Svo skiptir þetta afskaplega miklu máli vegna þess að þetta kemur til með að efla okkar starf. Þetta gefur okkur líka tækifæri til þess að vinna ennþá meira með nærsamfélaginu sem skiptir bara töluvert miklu máli. Og svo bara það að finna þennan stuðning líka frá nærsamfélaginu í þetta starf sem við verðum að vinna hérna upp frá. Það bara verulega mikil hvatning í því og við erum að vinna með þessum aðeins. Þetta orðin töluvert löng saga einmitt eins og við ræddum áðan, 25 ára saga raunverulega að verða. Og svo náttúrulega eru bara gríðarleg framtíðar svona, stór og mikið framtíðarverkefni sem getur orðið stór á okkar svæði. Þannig að ég held að sé bara mikill áhugi á að samfélagið raunverulega fylgist vel með þessu. Það er mikið tengsl eins og skal ég segja á það með fyrirtækjum á Norðurlandi og Akureyri við Grænland, í flugi og öðru, þannig að heilbrigðisþjónustu og annað, þannig að þetta gríðarlega held ég spennandi En þá það bara síðasta spurningi, þátturinn heitir næstu skref og þá bara hver næstu skref í uppbyggingu Norðurslóðamiðstöðvar á Akureyri? Hvernig sé forstöðumaður Norðurslóðanetsins þetta fyrir sér, þróast á næstu árum? Þetta ein einfalda spurning þáttarins. Já, þetta er rosalega einföld spurning. Ég held að sko, nú þurfum við náttúrulega bara svolítið að klára formennskuna með formennsku teiminu. Svolítið kannski kemur til greina að taka sér frí í eina viku eða svo. Það hefur ekki verið mikið svoleiðis hérna síðustu 2 árin. Síðan ætlum við bara að setjast niður og svolítið að teikna það upp hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðina. Við náttúrulega eigum okkur draum það að geta stækkað hérna starfsstöð og verið með fleira starfsfólk og hugsanlega með svolítið breiðari starfsemi og við þurfum bara svolítið að velta því fyrir okkur hvað það nákvæmlega sem að við viljum. Og síðan munum við auðvitað sjá hvort að við finnum leiðir til þess að auka fjármögnun hér í verkefni og stofnanir hérna á Norðurlandi. Ég held að bæði Háskólinn á Akureyri geti alveg nýtt sér meira fjármagn í Norðurslóðamál og við getum það sannarlega á stofnun Vilhjálms og aðrir. Þannig að ég held að það sé svolítið það sem að liggur fyrir núna. Það í fyrsta lagi að vita hvert við viljum fara og í öðru lagi að vita, reyna átt okkur á því hver getur verið liðsauki til þess að hjálpa okkur að koma þangað. Ég held að sé okkur öllum til hags hérna fyrir norðan og hugsanlega landinu, en ef við tala bara svona út frá okkar samfélagi þá held ég að sé okkur öllum til hags að geta haldið hérna úti svolítið fjölbreyttri starfsemi fyrir sérfræðinga sem að hafa farið í nám í norðurslóðafræðum. Vegna þess að annars þá það þannig að við fáum hérna fólk í heimskautarétt í Háskólanum á Akureyri og síðan missum við allan þennan talent út aftur. Það til dæmis, ég held að hver einasti starfsmaður hérna hjá okkur úr Polar Law nema hugsanlega einn. Já, þannig að það nám hefur aldrei byggt undir starfsemina. Ennblæði? Já, fyrirgeðu. Það bara að stoppa mig. Endanlega kláraðu. Nei, ég get stoppa mig allan dag. Ég ætlaði einmitt að segja það, við getum náttúrulega tekið klukkutíma akkurat þessi næstu skref, en við ætlum að hafa þetta stutt núna og en bara kæra þakki fyrir þetta. Þetta bara gott að þessi góðu gangur í starfseminni og síðan vonandi færðu viku frí eftir að formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu líkur núna í maí. Þannig að þú fær kannski smá vor í friði, göngur og annað. Þannig að en bara kæra þakki fyrir þetta. Þetta var mjög áhugavert og við heyrum síðar.